Ég ætla að sýna hérna hvernig hægt að sækja app í spjaldtölvu og sýna sem hvernig appið virkar á vefnum eða fyrir hérna fréttavefinn Kjarninn sem er nýútkomin og svona fletta þessi gegnum þetta og það eru ansi mikla nýjungar í boði í þessu appi sem að kannski aðrir vefmiðlar hafa ekki notað hingað til. Kíkjum að þetta. Kjarninn er fyrsti fréttamiðill sinnar tegundar á Íslandi og sér hannaður fyrir spjaldtölvur og snjallsíma en er líka aðgengilegur öllum á netinu. Við ætlum að rannsaka málin, upplýsa og segja fréttir sem skipta máli. Kjarninn sameinar kosti texta, útvarps og sjónvarps og hefur áhuga á öllu og leggur auðvitað mikla áherslu á það að vera skemmtilegur. Það starfa reyndir blaðamenn á Kjarnanum en þar að auki munu hátt í 60 karlar og konur skrifa ýmis málefni sem þau eru sérfróðum. Hluti þessa hóps býr og starfar erlendis og við fullyrðum að Kjarninn hafi nú þegar víðfeðmara net fréttaritara í útlöndum en okkur annar íslenskur fjölmiðill. Við eigum Kjarnan, engin fjárfestar, engin hagsmunaöfl, ekki rugl. Frétt er frétt, sama hver á í hlut. Við erum sannfærð að nú sé tíminn fyrir fjölmiðil eins og Kjarnan. Það er mikið vantraust á fjölmiðlum á Íslandi og tæknin gerir okkur núna kleift að gefa út metnaðarfullan og gagnrýni fjölmiðil algjörlega á okkar eigin vegum. Kjarninn verður aðeins trúr lesendum sínum. Því þar liggja okkar hagsmunir. Við erum Kjarninn. Ég ætla að sýna hérna hvernig þú sækir Kjarnan appið í App Store í iPad og það gerir bara með því að smella hérna inn í App Storeið og inn í App Store og þá getur þú farið í þennan lið hérna og skrifa hér inn Kjarninn og hérna er að koma upp hjá mér. Og í þessum lið hérna, ef þú ert ekki með hann uppsettan, þá getur þú farið hérna í Install og þegar það er komið inn og þá er hægt að fara bara beint hérna í Open sem ég bara gerir hér. Svona. Og þá er ég búinn að opna appið og þetta tákn hérna þýðir bara það að ég þarf að snúa iPadnum svona upp. Svona. Og þá sé ég í rauninni blaðsíðurnar. Nú með því að halda inni bara puttanum á skjánum að þá færðu svona lið og þá getur séð hérna blaðsíðurnar og dreigið þessa pílu hérna frá hægri til vinstri og þá sérðu svona innihaldið í þessu. Svona. Þetta eru blaðsíðurnar. Nú eins ef þú dregur aðeins blaðsíðuna með því að smetla bara puttanum hérna á og draga að þá sérðu hérna uppi hvernig blaðsíðurnar líta út. Það er að segja lengdin á blaðsíðunum því að sumar blaðsíður eru bara þannig að það er að fara og skruna niður þær. Það er að fara niður með þessu, ég sýna þá eftir. Nú með því að fara hérna til mis og fletta og þá fáum við ágætis leiðbeiningar hérna hvernig þetta virkar allt saman og þessi mynd sýnir bara það að þú getur nota fingurum með því að fara upp og niður skjáinn. Nú með því að fletta, það gerur bara með því að draga svona til. Nú eins ef þú sérð svona gula ábendingu eða gula áherslu að þá getur þú farið svona og lesið nánar og jafnvel á það til að færa þig yfir á netið eða þá ef þú getur líka deilt á viðkomandi frétt eða eitthvað svoleiðis. Nú ef þú heldur inn í 1 sekúndu þá farið upp valmynd og svo er þetta settur bókamerki og ef þetta tákn hérna er að þá snýrðu skjánum eða áttu möguleika á því. Þannig að förum bara á næstu blaðsíðu svona og þá er ég hérna komin á fyrstu blaðsíðuna sem sýnir bara hvað er inn í blaðinu. Og ég held áfram að fletta og hérna bara fyrsta frétt og síðan get ég í rauninni nota fingurinn að fara niður og lesi blaði hérna niður eftir. Nú hérna sést svona gulur flippi hérna og hérna kemur deildu með umheiminum. Með því að smetla það að þá færðu upp svona glugga þar sem þú getur sendt þessa frétt, þessa blaðsíðu í tölvupósti með því að smetla á mail. Eins getur þú senda sem SMS. Og þá kemur það eflaust sem svona linkur í vefinn. Nú síðan er þetta að deila þessu á Facebook. Nú save to camera roll, þá vistaru þessa blaðsíðu sem ljósmynd. Nú eins getur þú þá prentað út ef þú ert með prentara tengdan við iPadin. Nú síðan getur þú afritað þetta skjal og vistað þess eða peistað það inn einhvers annar staðar. En höldum áfram að skoða.
Hérna erum við komin á auglýsingu frá VR. Nú, hérna tákn, hérna sérðu tákn þar sem að auglýsingin tekur aðra mynd á sig ef þú snýrð iPadnum. Þannig að nú ætla ég að snúa og þá breytist auglýsingin. Þetta er nýtt, þetta hefur maður ekki séð áður í auglýsingum, að nú eru auglýsingarnar svolítið lifandi, fer eftir hvernig snýrð iPadnum. Þannig að ég snýði hann tilbaka og þá breytist hann aftur eins og hann var. Nú síðan bara slæta ég meira, tek næstu blaðsíðu. Nú síðan hérna kemur semst fyrirsögn og svo getur dregið síðuna hérna niður. Og þá fáum við fleiri möguleika hérna. Smeltu til að sækja leyniskýrsluna, þetta tengist þá eitthvað sem að tengist Sparisjóði Suðurnesja. Eitthvað hneykslið þar í gangi. Smetla hér og þá tengist ég netinu og hérna á ég þá möguleika á því að gera meiri hluti eða fleiri hluti heldur en á síðunu sjálfri. Þannig að hérna getur sótt einhverjar skýrslur og lesi það áfram ef ég vil. Ef ég ætla út úr þessu þá smelli ég hérna á done. Smetla það og þá er ég bara komin á blaðsíðuna aftur. Nú eins get ég deilt þessari síðu með því að smetla þennan gula flippa hér. Nú síðan eru ekkert fleiri flippar hérna þessari síðu. Þú getur séð það með því að fylgjast með þessu hérna þegar ég er að færa síðuna, þá sé ég hérna hvar ég er staðsettur í síðuna. Það eru margir gluggar eftir, þetta eru í rauninni gluggar hérna. Þannig hérna þannig ef ég fer upp aftur, þá færist punkturinn hérna upp, takt eftir því. Þannig að þetta svona sýnir mér svolítið staðsetninguna hvar ég er stattur í fréttinu og hvað ég mikið er að lesa. Nú, næsta blaðsíða, þá bara smelli ég hérna yfir á næstu. Vogunarsjóðir gegn almenningi. Ef ég ætla að skoða það betur, þá fer ég hérna niður. Og hérna er hægt að smetla líka á fleiri möguleika. Og eins ef ég hérna bætist nýr við, svona, ef ég smetla á það, og þá bætist hérna við fréttina eða lesturinn hérna niður. Með því að smetla aftur á X-i núna, að þá fer þetta upp aftur. Það er svona svolítið gagnvirkni í þessu. Hérna er auglýsing frá Arion banka. Ég ætla að snúa skjánum og þá verður auglýsingin svolítið lifandi. Næsta síða. Hérna er þetta að lesa greinar úr, hérna verður að vitna í New York Times, í þessari fréttu Kína, að ef ég smelli hérna á þetta tákn, þá fer ég inn á síðuna, inn á netið og inn á þá síðu sem þeir eru að vitna í hérna, New York Times. Þannig að þetta er mjög sniðugt. Nú, út úr þessu, þá bara smelli ég á done. Og ég ætla, svo sem ekki meira að sjá hér, og ég fletti þá bara næstu síðu. Og næstu. Nú hérna er auglýsing og hérna þarf ég að halda iPadnum þannig að ef ég fæ allt merkið inn í kassan hérna, að þá heldur auglýsingin áfram. Þannig að þetta er svona hálfgerður leikur, þessi auglýsing. Nú viljur ég setja bókamerki, þá heldur bara puttanum inn í hérna eina sekundu eða svo. Þá færðu upp þennan glugga og hérna efst uppi hér, þá getur þú smelt á bókamerki hér. Svona. Smeltir á plúsin og þá ertu komið með bókamerki. Þannig að þegar þú ert stattur, gefum okkur upp að ég fær hérna á einhver aðra síður hérna. Svona. Fyrir með þessa. Og síðan ætla ég að fara að finna með bókamerkið aftur. Þá smelli ég á bókamerkið hérna uppi og smelli hérna á tækni og þá fer ég aftur á síðuna sem ég gerði bókamerkið á. Og nú síðan er þetta að fara hérna með því að haldinni, þá er þetta að fara inn á blaðahilluna og eflaust hefur komið fyrst inn á þessa síðu, en hérna getur þú sótt sem sagt blaðið og geymdu með því að smetla sem sagt á geyma hérna eða lesa. Nú svo er annað hérna kynningarútgáfa, með því að smetla hérna á sækja, að þá sækir hún kynningarútgáfuna hérna nýttu og þá sérðu hvernig gangurinn er hérna. Hérna telur þetta upp í, þetta eru 72 megabæt þessi kynningarútgáfa og tekur smá tíma að sækja þetta, fer bara eftir nethraðanum
og þegar þetta komið inn þá breytast á hverfur þetta merki hérna og þú færð annað hvort geima eða lesa hérna upp á skjáin, þannig að þú getur geymt þetta í spjaldtölvunniðinni. Þá þátturinn ekki lengri í kvöld. Ég þakka fyrir áhorfið og hægt að nálgast þáttinn á inntv.is. Allir þættir sem eru framleiddir hérna á INN eru inn á vefnum. Nú endilega sendið mér fyrirspurnir efni á olafur@netkennsla.is. Takk fyrir mig í kvöld, verið sæl.